Hvatning úr orði Guðs. Í Biblíunni að finna mikið af loforðum, okkur til hvatningar og uppörfunar. Okkur eru gefin þessi loforð til að styrkja okkur í trúnni og til þess að við getum lifað hamingjusömu lífi þrátt fyrir allt það sem við göngum í gegnum í lífinu. Það er mikilvægt fyrir okkur að tileinka okkur þessi loforð, taka þau til okkar og gera tilkall til þeirra. Þau eru gefin okkur og þau getum við tileinka okkur þau í lífinu. Það styrkir samband okkar við Guð og hjálpar okkur að ganga með Guði. Allir þekkja loforðið í Jóhannesar Guðspjalli 3:16 þar sem segir: Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Þetta er stórkostlegt loforð, ekki síst fyrir það að það er gefið öllum. Hver sem getur tileinkað sér þetta loforð. Það sýnir okkur að Guð elskar alla menn og allir geta frelsast fyrir hann. Eina skilyrðið er að trúa. Næsta vers 17, er ekki síður mikilvægt loforð þar sem segir: Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimurinn skyldi frelsast fyrir hann. Þarna sjáum við að tilgangur Guðs með að senda soninn í heiminn var ekki til að dæma, heldur til að frelsa. Það er takmark og áætlun Guðs, það að frelsa menn. Guð elskar alla menn og vill að allir frelsist. Þessi boðskapur er því ekki fyrir einhverja útvalda, heldur stendur hann öllum til boða og Guð þráir að allir komist til trúar og frelsis. Seinna Pétursbréf 3. kapli 9. vers staðfestir þetta þar sem segir: Ekki er Drottinn seinn á sér með fyrirheitið, þótt sumir álíti það seinlæti, heldur er hann langlyndur við yður, þar hann vill ekki að neinn glatist, heldur að allir komist til iðrunar. Þannig sjáum við að það er ekki vilji Guðs að nokkur glatist. Hann vill hins vegar að við iðrumst og snúum okkur til hans í trú. Annað mikilvægt loforð sem við finnum í Biblíunni er að Jesús mun koma aftur. Í raun eru fleiri spádómar í Biblíunni seinni komu hans en þá fyrri. Í Jóhannesar Guðspjalli 14. kapla 1. 3 versunum lesum við: Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og teku yður til mín, svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Kristur hvetur okkur hér og segir: Skelfist ekki. Guð vill ekki að við lifum í ótta. Það kann að vera margt að óttast í lífinu, en við höfum þetta loforð að hvað sem gerist þá eigum við bjarta framtíð framundan. Framtíð þar sem við búum hjá Guði. Ef við aðeins trúum þá eigum við þetta fyrirheiti. Kristur er að búa okkur stað þar sem við fáum að búa hjá honum. Búa á stað sem hann hefur búið okkur, þar sem ekkert er að óttast. Í Opinberunarbókinni 21. kapla vers 23 er lýsing af þessum stað sem Kristur lofar okkur. Þar segir: Og ég sá borgina helgu, nýju Jerúsalem, stíga niður á himni frá Guði, búna sem brúði, skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu sagði: Sjá, tjaldbúð Guðs er meðal mannanna og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur munu vera hjá þeim, Guð þeirra. Guð hefur lofað okkur eilíft líf. Hver sá sem tekur við Kristi sem frelsara sínum getur tileinkað sér þetta loforð. Í 1. Jóhannesarbréfi 5. kapla 11. versi segir: Og þetta er vitnisburðurinn, að Guð hefur gefið oss eilíft líf og þetta líf er í syni hans. Mörgum finnst það kannski ekki spennandi að lifa að eilífu, þá helst vegna þess að það sér allar þær hörmungar sem eiga sér stað allt í kringum okkur. En það líf sem okkur er boðið að lifa alla eilíð er allt annars eðlis. Í Opinberunarbókinni 21. kapla 4. vers lesum við: Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðinn mun ekki framar til vera, hvorki harmur né vein né kvöl er framar til, ef fyrra er horfið. Þannig er okkur ekki aðeins lofað eilífu lífi, okkur er lofað eilíft líf þar sem er engin dauði, engin þrenging, engin harmur framar til. Við höfum svo sannarlega mikið til að hlakka til. Biblían lofar okkur sigur yfir synd. Hvað er synd?
Í 1. Jóhannesarbréfi 3. kafla 4. versi segir: hver sem synd rýr fremur á lögmálsbrot. Syndin er lögmálsbrot. Syndin er ástæðan fyrir öllum þeim þjáningum og dauða í þessum heimi. Þetta byrjaði allt þegar að Eva át af skilningstré góðs og ills og bauð Adam að gera slíkt hið sama. Guð hafði bannað þeim að eta af trénu og því var þetta brot á lögum hans, lögmálsbrot. Vegna þess voru þau rekin út úr Eden og alla tíð síðan hefur syndin ríkt í þessum heimi með öllum þeim hörmulegu afleiðingum sem hún veldur. Syndin var þess valdandi að Jesús dó á krossi. Hann dó fyrir syndir alls heimsins, okkur til frelsunar. Þar sem afleiðingar syndarinnar eru svo skelfilegar, þá vill Guð ekki að við höldum áfram að lifa í synd. Því er það að fyrir hans guðlega mátt gerir hann okkur mögulegt að sigrast á synd, eftir að við höfum tekið við Jesú í líf okkar. Við lesum þetta í síðara Pétursbréfi 1. kafla, vers 3-4, þar sem segir: hans guðdómlegi máttur hefur veitt oss allt sem leiðir til lífs og guðrækni með þekkingun á honum sem kallaði oss með sinni eigin dýrð og dáð. Með því hefur hann veitt oss hinn dýrmætu og háleitu fyrirheit til þess að þér fyrir þau skyldu vera hlutakendur í guðlegu eðli, þér hafið komist undan spillingunni í heiminum sem gindin veldur. Þannig lofar Guð okkur að vera hlutakendur í sínu guðlega eðli. Þannig getum við upplifa kraft hans til að komast undan syndinni og lifa samkvæmt vilja hans. Guð elskar okkur skilyrðislaust. Eðli Guðs er kærleikur. Í 1. Jóhannesarbréfi 4:8 segir: sá sem ekki elskar þekkir ekki Guð, því að Guð er kærleikur. Og ekki bara það, heldur elskar Guð okkur skilyrðislaust. Við lesum það í Rómverjabréfinu 8. kafla 37-39 þar sem segir: í öllu þessu vinnum við fullan sigur fyrir fulltiki hans sem elskaði oss. Því að ég er þess fullviss að hvorki dauði né líf, englar né tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð né dýpt, né nokkuð annað skapað muni geta gjört oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú, drottni vorum. Í öðrum orðum, það er ekkert sem getur gert okkur viðskila við kærleika Guðs. Stundum getur þú hrasað og fallið í synd og fundið fyrir hugleysi og líður eins og þú hafir svikið Guð og ert að velta því fyrir þér hvort Guð elski þig enn. Vertu viss að Guð elskar þig enn. Hann hefur alltaf elskað þig og mun halda áfram að elska þig skilyrðislaust. Hins vegar verði að skýra að skilyrðislaus ást Guðs réttlætir ekki syndugt líf. Bara vegna þess að hann elskar þig þýðir ekki hann samþykki allt sem þú gerir. Í Rómverjabréfinu 2. kafla 4. vers segir: eða lítið svirðir þú ríkdóm gæsku hans og umburðarlyndis og langlindis. Veist þú ekki að gæska Guðs vill leiða þig til iðrunar? Mesta opinberunin á kærleika Guðs var fórn Jesú fyrir syndir heimsins. Jóhannes 3:16 segir, eins og við þekkjum svo vel: því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Faðirinn sendi son sinn Jesú Krist til að deyja fyrir syndir okkar vegna þess að hann elskar okkur. Rómverjabréfið 5. kafli 8. vers segir: en Guð auðsýnir kærleika sinn til vor, þar sem Kristur er fyrir oss dáinn meðan við enn vorum í syndum vorum. Það sýnir að fórn Krists var ekki afleiðing góðra eiginleika sem Guð sá í mannkyninu. Með öðrum orðum, við gerðum ekkert til að vinna okkur inn náð Guðs. Nei, þvert á móti. Syndugt líf okkar aflar okkur aðeins laun syndarinnar sem er dauði. Eins og segir í Rómverjabréfinu 7. kafla 23. vers: laun syndarinnar er dauði, en náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesú drottni vorum. Það er það sem við höfum aflað okkur, dauðan. En í staðinn hefur Guð gefið okkur líf í gegnum Jesú vegna þess að hann elskar okkur. Hann vill ekki að við deyjum. Biblían kennir okkur einnig að Guð mun aldrei yfirgefa þig. Finnst þér einhver tíman að Guð virðist fjarlægur? Kannski ertu að velta þig fyrir þér hvort hann hafi yfirgefið þig af einhverjum ástæðum. Vertu viss
Sama hvernig ástandið er, Guð mun aldrei yfirgefa þig. Í Hebreabréfinu 13. kafla 5. vers segir: Sýnið enga fégirni í hegðun yðar, en látið yður nægja það sem þér hafið. Guð hefur sjálfur sagt: Ég mun ekki sleppa af þér hendinni né yfirgefa þig. Ef þú ert fylgjandi Drottins, mun hann alltaf vera þér við hlið, leiðbeina þér, styrkja þig og hugga þig. En stundum virðist það ekki vera þannig. Stundum getur verið að þú finnir ekki fyrir nærveru Guðs í lífi þínu. Þú gæti verið að ganga gegnum harmleik eða einhvers konar þjáningu og þú ert að velta því fyrir þér: hvar er Guð? Vertu vissum að hann er rétt hjá þér. Það kann að vera að þú finnir ekki fyrir nærveru Guðs á þessari stundu, en það er einmitt á stundum sem þessum sem það er mikilvægt að treysta fyrirheitum hans. Með öðrum orðum, þú veist að Guð hefur ekki yfirgefið þig vegna þess að hann hefur lofað að yfirgefa þig aldrei, óháð tilfinningum þínum. Þú verður að treysta á orð Guðs í stað tilfinninga þinna, því að tilfinningar geta verið eins og rússíbani. Þær geta farið upp og niður. Þar hafa sínar hæðir og lægðir, en orð Guðs er stöðugt. Jesús sagði í Mattheus 24, vers 35: Himinn og jörð munu líða undir lok, en orð mín munu aldrei undir lok líða. Það þýðir að orð Guðs er öruggara en jörðin sem þú stendur á og loftið sem þú andar að þér. Þú getur treyst því. Guð lofar í orði sínu að hann mun sjá fyrir þörfum þínum. Það er auðvelt að láta hugfallast þegar við sjáum allt sem er að gerast í heiminum og allt í kringum okkur, en ekki missa vonina. Guð hefur lofað að sjá alltaf fyrir þörfum þínum. Jesús sagði í Mattheus 7. kafla 31-33: Segið því ekki áhyggjufullir: hvað eigum við að eta? Hvað eigum við að drekka? Hverju eigum við að klæðast? Allt þetta stunda heiðingjarnir, og yðar himneski Faðir veit að þér þarfnist alls þessa. En leitið fyrst ríkis hans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Takið eftir því að Jesús sagði að það væri skilyrði fyrir handleiðslu Guðs. Þú þarft fyrst að leita ríkis Guðs og réttlætis hans. Það þýðir í grundvallaratriðum að gera Guð og meginreglur ríkis hans að forgangsverkefni í lífi þínu. Ef þú gerir það, mun Guð efna loforð sitt guðlega forsjón og sjá til þess að allar þarfir þínar séu uppfylltar. Hins vegar þýðir það ekki endilega að hann muni uppfylla allar þínar óskir. Vilji og þarfir eru tveir mismunandi hlutir og oft þarf maður ekki það sem maður vill. Í raun getur Guð haldið sumu af því sem þú vilt frá þér vegna þess að hann sér að það er þér ekki til góðs. En Guð mun sjá til þess að allar nauðsynjar þínar séu til staðar og þér mun ekki skorta neitt sem þú þarft. Í Sálmi 34:11 segir: Ung ljón eiga við skort að búa og svelta, en þeir leita Drottins fara einskis góðs á mis. Guð vill veita okkur góða heilsu. Í 2. Mósebók 15. kafla 27. versi segir: Ef þú hlýðir gaumgæfilega raust Drottins Guð þíns og gjörir það sem rétt er fyrir honum, gefur gaum boðorðum hans og heldur allar skipanir hans, þá vil ég engan þann sjúkdóm á þig leggja sem ég lagði á Egypta, því að ég er Drottinn, græðari þinn. Taktu eftir því að þetta er skilyrt loforð. Með öðrum orðum, Guð lofar að veita þér góða heilsu að því gefnu að þú hlýðir boðorðum hans og samþyktum. Sumir vilja segja að allt sem þú þarft að gera til að njóta góðs af loforðum Guðs góða heilsu sé að krefjast loforðsins, en þeir hafa aðeins rétt fyrir sér að hluta til. Jú, þú verður að gera kröfu loforð Guðs ef þú vilt fá þau, en mörg þeirra eru líka skilyrt. Það þýðir að þú þarft líka að gera eitthvað til að taka á móti þeim. Guð lofar í orði sínu að allt samverkar þér til góðs. Lífið er fullt af áskorunum sem geta fengið þig til að velta stundum fyrir þér hvar Guð er. Mitt í allri óreiðinni sem þú ert að ganga í gegnum. Til dæmis gætið þú mist vinnuna eða upplifað sambandsslit. Kannski hefur þú lent í bílslysi
eða öðrum skakkaföllum. Hvað sem því líður, ekki óttast það. Mundu bara að Guð að vinna hlutina til góðs. Það loforð Biblíunnar sem þú getur treyst á. Í Rómverjabréfinu 8. kafla 28. vers segir: Vér vitum að þeim sem Guð elska samverkar allt til góðs, þeim sem kallaðir eru samkvæmt ákvörðun Guðs. Biblían kennir að Guð hefur áætlun með líf þitt. Mörgum kann að finnast þeir flakka stefnulaust í gegnum lífið, að það sé engin tilgangur með lífinu. En okkur þarf ekki að líða þannig, því Guð hefur áætlun með líf þitt, góða áætlun. Í Jeremíja 29. kafla 11. vers segir: Því að ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir Drottinn, fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju, að veita yður vonaríka framtíð. Guð hefur áætlun fyrir alla og allir geta fundið sitt hlutverk í áætlun Guðs. Ef þú leggur þig fram við að biðja og rannsaka orðið, þá mun Guð hjálpa þér að skilja hans áætlun með líf þitt. Hann mun leiða þig og áætlun hans mun koma í ljós. Guð vill nota þig nafni hans til dýrðar. Það tilgangurinn með tilveru okkar. Í fyrra Korintubréfi 10. kafla 31. vers segir: Hvort sem þér því etið eða drekkið eða hvað sem þér gjörið, þá gjörið það allt Guði til dýrðar. Það skulum við hafa hugfast, að Guð vill að við lifum lífi okkar þannig að það sé Guði til dýrðar. Þá getum við tileinkað okkur öll hans loforð sem við finnum í Biblíunni.